Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Í kvöld ætlum við að ræða Bandaríkin, stjórnmálaástandið í Bandaríkjunum og tilefnið er augljóst að á næsta þriðjudag eða þessi þriðjudaginn eftir viku að þá verður kosið þar. Bæði ætla Bandaríkjamenn að ákveða hver verður forseti og svo verður líka kosið í þings og það getur líka verið mikið tíðindi þótt að fókusin sé skiljanlega mest á forsetakosningarnar eins og verða vill. Til að hjálpa mér að skilja ástandið í Bandaríkjunum er hingað komið góður hópur af fólki sem að eiga það sammerkt að hafa búið langa tíma í Bandaríkjunum og fylgst gaumgæfilega með bandarískum stjórnmálum. Það eru stjórnmálafræðingur Indriði Indriðason sem býr enn í Bandaríkjunum, hann er í Kaliforníu og Silja Bára Ómarsdóttir sem er komin heim og starfar upp í háskóla. Magnús Helgason, sagnfræðingur og Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Eflingar. Verið velkomin. Takk fyrir. Ég ætla ekki að biðja ykkur að vera spá fyrir úrslitun og svona, en svona gefum okkur ræðum kannski í báða kosti í niðurstöðunum í forsetakosningunum. Ef ég má byrja á þér, Indriði, hvað gerist í Bandaríkjunum ef Trump vinnur? Ef Trump vinnur þá held ég að breytist voðalega lítið í sjálfu sér. Við sjáum áfram þessa þróun að þessi svona hægri öfgafólkinu sé gefin aðeins svona vindur undir vængi og það verður náttúrulega mikil óánægja á hvern veg þetta sem fer sko. En semst ef Trump vinnur þá held að demókratarnir séu mun líklegri til að sætta sig við niðurstöðurnar. En á hinn bóginn þá verða náttúrulega einhverja áhyggjur út eins og við höfum séð semst á þessum kosningum eða semst að byrja náttúrulega að kjósa. Að það eru náttúrulega rosalega biðraðir víða og fólk er að bíða kannski 3, 4, 5 tíma til þess að kjósa, jafnvel meira. Og það er í sjálfu sér, það er náttúrulega alltaf áhyggjuefni en það er náttúrulega sérstaklega áhyggjuefni þegar það er mjög misjafnt eftir hvar þú býrð og það virðist vera að biðtíminn sé öllu lengri þar sem eru minnihlutahópar sem eru kannski þeir hópar sem eru aðeins minna líklegir til þess að styðja Trump og það náttúrulega eitthvað sem gæti vakið mikla óánægju og það er svona erfitt að sjá fyrir hvernig það fer. Það har náttúrulega verið mikil mótmæli kringum Black Lives Matter undanfarið eða seinustu mánuðum. Þannig að það svona vissuleyti setur kannski tóninn fyrir hvað gæti gerst. Þannig að maður gæti vel ímyndað sér að yrðu töluvert mikil mótmæli og maður hefur náttúrulega séð að Trump er ansi viljugur til þess að beita óhefðbundnum leiðum til þess að takast á við þannig hluti. Þannig að það er svolítið áhyggjuefni held ég. En kannski ekki eins og mikið áhyggjuefni og ef hann tapar held ég. Já, þá eru meiri líkur á því að verði róstur og hópur fólks sem ekki mun sætta sig við niðurstöðurnar. Já, og náttúrulega Trump sjálfur sem er kannski ekki tilbúinn til að sætta sig við niðurstöðurnar sem hann hefur svona ýjað að og hann er náttúrulega búinn að vera að mata fólk á þessum hugmyndum kosningasvindl og þess áttar sem er nánast engin það er ekkert sem gefur til kynna að það sé raunverulegt áhyggjuefni. Það eina sem hefur raunverulega sannað hefur verið einhver repúblikani sem var að held að vera í Norður-Karólínu þar sem hann var eitthvað að reyna að svindla á atkvæðum, póstatkvæðum. En þannig að hann er búinn að svona setja aðeins upp eins og sé að íslenskan að bregðast mér aðeins. Hann er búinn að svona vera að mata fólk á þessum hugmyndum að sé eitthvað svindl í gangi og sem gera kannski auðvelt fyrir hann að ef að úrslitin eru tiltölulega jöfn að það verði einhver læti og mótmæli og það að vera. Og við hefum náttúrulega séð að það eru ýmsir öfgahópar í Bandaríkjunum sem er kannski ekki mjög varum en sáum til þessi plönum að ræna fylkisstjóra Michigan og maður veltir fyrir sér hvað þessi hópar séu
séu víðan og hvað þeir séu að hugsa í kjölfar kosningana. Þannig að það svona áhyggjuefni og ég held að það séu sérstaklega óvenjulegt ástand í Bandaríkjunum. Ég held að það sé allavega mjög langt síðan að maður hefur dálítið áhyggjur af því að hvað gerist í kjölfar kosninga. Þannig að maður vonar bara það besta og það verður náttúrulega bestu niðurstaðan held ég að sé náttúrulega að ef Biden vinnur þá vinnur með mjög miklu mun, þannig að það gerir allt umtalum að kosningasvindl og þess að það sé meira ósannfærandi. Svo maður heldur í vonina það. En ég ætla bara að skjóta því að Indriði að fólk slettir til hægri og vinstri ensku í umræðu þáttum í ríkisútvarpinu, þannig þeir eru alveg óvægt að sletta ef þú getur ekki gripið íslensku orðin alveg í hvelli. Það gott. Herðu Silja Bára, við horfum aðeins ekki bara við viðbröðum við úrslitunum, heldur til svona 4 ára með hvað gerist ef að Trump vinnur. Í skipun Hæstaréttar þar sem að íhaldsmenn eru komnir með tryggan meirihluta til lengri tíma. Er það ekki eiginlega stærsta breytingi sem er þegar róðin? Er það að Trump sæti áfram í 4 ár, myndi það breyta svo miklu í Bandaríkjunum? Myndi það halda áfram bara upplausn innan Bandaríkjanna? Já, þetta eins og Indriði sagði, það er þá bara áframhald af því sem að hefur þegar byrjað og það er náttúrulega áframhaldandi þá svona stuðningur beinn og óbeinn við þessa hvítu öfgahópa og svona þessi heimild sem þeim hefur verið gefin til þess að ganga og á réttir og ógna lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum og stofnunum. Síðan auðvitað er náttúrulega stærsta kosningalofari sem Trump gaf og stór þáttur í því að repúblikanar studdan þótt að mörgum þættan kannski ekki ákjósanlegasti frambjóðandi fyrir flokkinn var óttinn Hæstarétt og þessar aðstæður sem hafa skapast núna að Trump hafi skipað 3 dómara á einungis einu kjörtímabili er auðvitað gríðarlegur styrkur fyrir íhaldssöm öfl til lengri tíma vegna þess að repúblikanar geta tapað í kosningum núna í mörg ár en þessi dómarar sitja til dauðadags, þannig að það er ekkert sem að demókratar geta gert í því nema að fara í breytingar á réttinum sem að gætu haft í för með sér að þeir dragi úr tiltrú á honum, þannig að þetta er áhættuspil í raun og veru að gera eitthvað með það. Annað sem maður sér kannski fyrir sér er að Trump hefur auðvitað mótað mynstur af því að draga Bandaríkin í hlé, að minnka þáttöku Bandaríkjanna í alþjóðakerfinu sem auðvitað mótað í kringum þau gildi sem að Bandaríkin svona tók upp og hélt á lofti lengst af. Við getum alveg rætt hvort það séu eftirsóknarverð gildi en það er breyting sem að þarf þá að átta sig á hvað kemur í staðinn. Bandaríkin halda áfram að leiða og taka þátt í samstarfi við svona furðulegustu bandamenn eins og til dæmis í ályktunum innan Sameinuðu þjóðanna stöðu kvenna, kyn- og frjósemisréttindi og þess háttar, að þá er það réttindi sem auðvitað er hægt að grafa undan á alþjóðavísu ef Bandaríkin snú ekki af þeirri braut og þau hafa auðvitað gríðarlegt vald þar með því að veita peninga í tiltekin málefni í gegnum þróunarsamvinnu og ekki önnur. Þannig að þetta er allt saman hlutir sem við höfum þegar séð vísi að eða jafnvel í framkvæmd en geta haldið áfram að þróast á neikvæða veg fyrir ríki og einstaklingar sem að ekki aðhyllast þessar stefnur. Þannig að það er margt sem maður getur alveg séð fyrir sér að gæti farið illa og svo þetta ef að Bandaríkin halda áfram að draga sig út úr alþjóðastarfi og þá myndast einhver tómarúm þar og Kína auðvitað hefur þegar sýnt vilja til þess að stíga inn í það og þá eru það önnur gildi og annars konar kerfi sem að við gætum séð myndast. Þannig að þetta er svona það sem að ég allan myndi fylgjast með. Já, ef að Trump sigrar. Já.
En Magnús, þetta með Hæstarétt, að ef við höndum okkur við Repúblikanaflokkinn, þá þeir náttúrulega búin að fá út úr Trump eiginlega sína villtustu drauma og hann hefur skilað þeim því sem að þeir hafa verið að þrá og berjast fyrir undan fyrir 40 ár, svona íhaldsamist í hlutin. Og í stöðunni eins og núna ekki tiltölulega auðvelt fyrir þá raunverulega að bara fórna Trump, að það sé að betra fyrir Repúblikanaflokkinn að taka þennan sigur og heldur en að þola 4 ári viðbót á Trump sem getur verið svona ólíkinda tími. Það sé að bara þægilega fyrir þá að taka þennan sigur og fara út í eitthvað svona fyrirsjáanlega endurnýjun sem við þurfum á að halda og bara drífi því og láta Trump bara flakka. Ég held reyndar þessi reyndar góður punktur hér að ídeal staðan sennilega fyrir demókrata, eða fyrir Repúblikanaflokkinn væri sennilega það að þeir losni við hann og fá hann eins og þú segir, hann búin að skila þeim ótrúlegum sigurum í dómskerfinu, því að þetta ekki bara spurning Hæstarétt, heldur þetta líka spurningum aðra alríkisdómstóla. Og hann búin að pakka þá upp og niður á öllum levelum af eitilhörðum hægrimunum. Og það sem með Hæstarétti það að núna fyrst eru Repúblikanar komnir með þannig meirihluta á Hæstarétti að þeir geta gert hluti eins og að snúa við Roe v. Wade. Og þannig að svona stórar byltingarkenndar breytingar og árás og grundvallar mannréttindi eins og rétt kvenna til þess að ráða eigin líkamann, að þær eru mögulegar. En þegar kemur að því að stöðu Hæstaréttar og tiltrú á Hæstarétt, að þá erum við nú þegar komin á þannig stað að með þessu spilir Repúblikanaflokksins að koma Amy Coney Barrett inn í Hæstarétt, þá Hæstaréttur búinn að tapa trúverðugleika. Þannig að ef hún fer inn í kjölfar þess spil sem leiðir hana inn, ef þeim verður gábunum þessu klæðir og komin inn og verða komið 6 manna meirihluta á réttinum, að þá hefur Hæstaréttur tapað trúverðugleika. Eina leiðin fyrir Hæstarétt til þess að viðhalda einhverjum trúverðugleika það að þessi skipun fari ekki í gegn. Því að alveg sama hvort að demókratar pakka Hæstarétt, vegna það ekkert í stjórnarskránni sem bannar að bæta við dómurum og það hefur verið gert áður og seinast þegar að það var hótað að gera það, að þá bakkaði Hæstaréttur til þess að koma í veg fyrir að það yrði gert og það the famous court packing crisis 1937. Og ég held að það alveg eins líklegt í þessari stöðu að Roberts til dæmis færi sig hreinlega til vinstri frekar en að sæta með þessum hörðustu Alito, Amy Coney Barrett og í því að Já, en þá var ennþá 5-4, hvað sem þá var 5-4. Já, en þá ertu ekki með þennan örugga meirihluta sem Repúblikanar hefur dreymt, sem það það velti ekki alltaf á einhverju einu atkvæði, heldur séð með það kláran meirihluta þeir geti keyrt í gegn erfiðar og umdeilda breytingar. Vegna þess að Hæstaréttur hefur sögulega og seinustu í það minnsta 100 ár hefur verið mjög ragur næstu í henni seinustu 100 ár, hefur verið frekar ragur að ráðast í þannig róttækar samfélagslegar breytingar sem taka tilbaka einhvers konar eða svipta fólk einhvers konar grundvallarréttindum. Og minni raunum þarf að fara aftur á 19. öld til þess að finna Hæstarétt sem aktífli vinnur í því að skerða mannréttindi. Þannig að ég veit ekki alveg hvað gerist með það either way, að þá erum við komin í stöðu með Hæstaréttum þegar, með þessari skip að hann hefur tapað trúverðugleika. Reglurnar skipun í Hæstarétt og þetta hugmyndir Hæstarétt sem sjálfstætt og pólitískt grein ríkisvaldsins utan einhvern veginn þessi dægur arga þrass það færð. Og hvernig hver þetta bjarga út úr því? Ég áttum ekki alveg fulllega á því. Og það kannski finnst mér stóratrið með þessar kosningar það að mér finnst mjög erfitt að eina sem að getur spáð fyrir með einhverju öryggi það að það ólíklegt að Trump vinni með kannanir. En hvað gerist ef hann vinnur og hvað gerist ef hann tapar?
Sko, hann fyrst og fremst, þegar þú segir ólíkindum hann fyrst og fremst hann sko agent upplausnar. Hann leysir upp sko hefðir og venjur og gildi og brýtur niður stofnanir og lög, hægri og vinstri. Þannig að leikreglurnar, allar, eru ekki eins ljósar og það miklu opnara þar með þá líka fyrir að setja nýja leikreglur og hugsanlega nauðsynlegt að setja nýja leikreglur og það það sem ég held að gæti verið upp á borðinu með sko Hæstarétt. En jú, ég held að auðvitað sko væri best fyrir republikana að losna við hann og fá bara nú geta sko bakkað og sagt að nú gerum við ekki með nú þurfum við að back to normalcy. En það mun ekki gerast. Við erum ekki að fara aftur til normalcy. Alveg saman sko. En að því að þú sagðir sko ef að Barrett verður skipuð að áður ég snýmir að Viðari, ég með eina spurningu fyrir hann og það langaði að spyrja það ekki bara eftir sko það langaði til þess að spyrja Indriða og Silju Báru teljið þið líklegt eitthvað annað en að hún verði bara skipuð ykkur von til þess að svo verði ekki? Ég get ekki, það verður enginn gefið til kynna öldungadeilda þingmaður að þau mun ekki styðja. Ég meina Lísa Murkowski sem að sagðist ekki styðja það að taka tilnefningar til umræðu, hún segist alltaf greiða atkvæði gegn málsmeðferðartillögunni að taka málið á dagskrá en styðja skipunina og þá hún var svona eina af þeim sem að demokratar héldu í vonina að myndi ekki samþykkja þetta. Indriði, heldur að sé einhverja líkur á því að Barrett verði ekki skipuð? Nei, ég held að það sé ólíklegt. Þetta verðist vera nokkurnum veginn búið. Það ekki nema demokratanum taki að dreyma upp einhverja gamla reglur kongress þar sem að geta tafið málið eitthvað þannig þau reyndu það í dómsmálanefndinni þar sem að það þurfa að vera 2 fulltrúar minnihlutans viðstaddir og þau mættu ekki, demokratarnir bara fóru öll úr salnum og þá breyttu republikandi bara reglunum. Það þetta sem ég var að segja, líka með því að segja að reglurnar, hefðirnar eru farnar. Þær eru farnar. Umvörðuleikin farin. Já, Trump hefur skapað það andrúmsloft að það bara ásættanlegt að kippa stoðunum undan öllum kerfum sem að Bandaríkjamönnum hefur verið innrætt að séu sterk og viðvarandi. Þannig að það líka stór hluti af þessum óróleika sem í Bandaríkjunum að það bara hugmyndin Bandaríkin allt í einu orðin einhver önnur heldur en fólk alið upp við. Herðu Viðar, það ástæða fyrir að ég vildi ekki spyrja þig að þessu að þú með mynd af fólki þarna baku þig, Bernie Sanders og Ocasio-Cortez. Þannig að fyrsta spurningi verður eiginlega snúast þau svo að fólk sé ekki að velta fyrir sig hvar Viðar eiginlega stattur. Þannig að fyrir árið síðan að þá datt þetta fólk vonum að það því svona vinstri sveifla innan demokrataflokksins en það sá draumur eiginlega kaffarðist bara eina helgi þegar var svona svift í forkosningunum og eftir það var það allt í einu ljóst að það væri Biden sem að myrði valinn. Kannski var þetta tricks flokkseigandafélagsins eða eitthvað. Hvað varð þennan draum og hvað varð þessa baráttu? Hvar hún hluti af framboði Biden? Man heyrist hann vera frekar að þvo hendur sínar af Bernie Sanders í kappræðum. Hann vil gera sig minnst úr þessu. En eitthvað svona leyni samkomulag að þegar verður valinn svona miðju demokrati að þá allt í einu fái vinstri hlutin áhrif eins og var til dæmis hjá Roosevelt á sínum tíma? Nei, ég held að sé engin vondi þess. Ég held að demokrataflokkurinn, líti bara þannig á að það hafi verið unnin í bili allavega svona nægilega mikill fullnaðarsigur á þessum öflum til þess að það þurfi ekki að taka þau neitt inn í myndina, að taka neitt tillit til þeirra og ég held að þeim nægi það alveg gagnvart þessum hópum kannski yngra fólks og þeirra sem studdu Sanders að einfaldlega láta þetta fólk kjósa Biden eingöngu af því að hann skárri kosturinn af hinum tveimur. Ég held að vera ekki neitt komið til móts við þennan hóp í stefnumálum eða neitt slíkt og það náttúrulega það sem að kannski á endanum svo ótrúlega sorglegt við þessar kosningar og þessar kosningabaráttu sem hefur náttúrulega verið bara með eindæmum þunglindisleg og einhvern veginn bara ömurleg og maður hefur varla fengið sér til þess að fá áhuga til að fylgjast með þessum kappræðum eða neitt slíkt og maður eigi að heita
þú veist, áhuga maður þetta hafandi búið í Bandaríkjunum og svona, en það bara það sem svo sorglegt að demókrataflokkurinn tekur þessa ákvörðun að í raun og veru sko láta Trump þannig séð sko kaffæra möguleikan á því að kosningarnar geti snúist einhvers konar breytingar. Ég meina, Magnús var að tala svona upplausn og eitthvað slíkt og það einmitt hárrétt að Trump svona fígúra sem hefur verið náttúrulega óbúslega kontroversial og umdeildur og hann hefur farið raunverulega svona út á brúnina sko í rosalega mörgum málum, hverju málinu á fætur öðru sko. Þú veist, demókrataflokkurinn hefði getað svara með því að þú veist, vera flokkurinn sem þorir líka að þú veist, hrista upp í hlutunum og leysa upp í kannski slæmu gömlu hefðunum eða eitthvað slíkt, en hann kýs að fara ekki þá leið, kýs að draga fram þennan svona gamla óspennandi einhvern veginn svona uppbyttaða örbylgjurétt sem að hann Joe Biden einhvern veginn og lætur þar að leiðandi þessum öflum sem að náttúrulega Trump hefur í farteskinu, þessum öfga hægri öflum jafnvel, lætur þeim eftir að hálfpartinn svona taka sviðið og móta umræðuna og vera búa til deilurnar og kontroversiurnar og allt það. Og það skásta sem að demókrataflokkurinn að bjóða í þessum kosningum sem sagt að snúa aftur til svona leiktjalda eðlileikans. Það eitthvað svona trú að þarna einhvers staðar séu eitthvað svona eðlileg, gömul og góð Bandaríki sem að við getum snúið aftur til, sem auðvitað sjálfsblekking og leiktjöld og hefur verið það mjög lengi, en það það sem að demókrataflokkurinn að bjóða upp á og stíla upp á og spila inn á þessum kosningum. Komið til okkar að því við munum veit ykkur vernd frá þessum hræðilegu, vondu, óstöðandi öflum sem að Trump og hans fylgilið En þetta bara ótrúlega sorgleg ákvörðun hjá demókrataflokknum og ég meina ég bara einn af þessum svona bara svona kýsa svona bara að lifa sjálfur mér til andlegrar upplýsingar að lifa í þessu mómenti skilurðu mig að ég hef trú á því að hreyfingin í kringum Bernie og Alexandria Ocasio-Cortez og fleiri muni snúa aftur en ég held að því miður að þá verði þess langt að bíða að það muni geta komist inn á þetta svona svið lands stjórnmálana í Bandaríkjunum því miður. Í vor að þá voru svona vangaveltur það að það væri svona þráður frá Occupy Wall Street yfir í svona og Bernie hafi tekið þá bylgju svona inn í svona mainstream stjórnmálin þó að hann hafi tapað og kannski hafi verið við getum að tala það kannski sem svona þreföld vonbrigði. Fyrst með vonbrigði með því að Occupy Wall Street var mætt bara með miklu ofbeldi. Síðan náttúrulega tilraunir til þess að færa inn á svona mainstream stjórnmálin var mætt með svona hálfgerðum svikum, svona bandalagi flokkseigandafélagsins gegn vilja þessara hreyfingar til þess að setja eitthvað mál á dagskrá. Og svo kom eiginlega götu mótmæli í vor. Og það leit út fyrir að þessi svona sama bylgja væri núna komið svona út á götuna í leit að einhverju nýrri byrjun í stjórnmálunum. En það hefur sú von ekki líka einhver leyti kulnað. Það hefur ekki komið á út úr þessu sem að kannski hinnir vongóðu, sem ég býst við að þú tilheyrir, sem að horfðu á það og vonuðust til þess að út úr þessum mótmælum út allar koppagrundir í Bandaríkjunum kæmi eitthvað svona öflugt stjórnmálaafl sem að raunverulega myndi hafa áhrif á forsetakosningarnar og komandi þingkosningar. Já, ég meina það náttúrulega með ólíkindum að fylgjast með þessum rosalega miklu hræringum og spennum sem hafa verið í gangi í bandarísku þjóðlífi og sem hafa oft verið, ég meina raunverulegar svona social movements eins og bara mótmælin fyrir ekki svo lengur síðan sem snerist lögregluofbeldi og allt þetta. Það náttúrulega ótrúlegt að í ríki sem á að heita lýðræðisríki að svo erum við núna með, þú veist, forsetakosningar og þetta er bara algjörlega fjarverandi. Þú veist, ég meina Kamala Harris þótt að hún sé svartur Bandaríkjamaður, það er vægast langsótt að telja hana vera einhverja rödd þeirrar óánægju til dæmis út á lögregluofbeldinu, hún er sjálf miklu nærri að vera fulltrúi lögregluríkisins, hafandi verið saksóknari í Kaliforníuríki og allt það. Og það að gera þessar löngu tímabæru og nauðsynlegu bara breytingu sem verður að gera í sambandi við heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum, þetta er bara ekkert lengur í raun og veru á dagskrá. Og þetta er alveg ótrúður ósigur fyrir lýðræðið að horfa upp á þetta, hvernig stjórnmálin geta svikið vilja almennings á svona rosalega djúpu leveli. Það er þetta bara skelfilegt að horfa upp á það. Þannig að já, vonbrigði svo sannarlega,
En svo þetta má maður ekkert alveg gleyma því, þetta gerist mjög margt í bandarískum stjórnmálum, þú veist, á svona nærsamfélagslevelinu sem að auðvitað hefur áhrif og skiptir máli og telur svo þegar auðvitað kemur, þegar hérna opnast aftur möguleikar á sko stóra sviðinu, þannig að ég meina auðvitað missum við ekkert vonina, ég meina við höldum bara áfram. Já, og Biden hefur ekki tekið upp málstað hérna, mótmælanna frá því í vor, en hins vegar hefur Trump notað þau til þess að presentera sig sem forseta law and order. Hann hefur eiginlega notað mótmælin en ekki Biden, þetta er svona allavega þegar maður horfir á þetta hérna frá Íslandi. En Indriði, hérna, getur það verið hættulegt fyrir Demókrataflokkinn að mæta með svona kosningastefnuskrá og frambjóðanda sem að gengur út og ég er ekki Trump, við erum ekki Trump, við erum svarið við Trump. Og svo ef þeir vinna, ef þetta verður svona harmleikur, þá er náttúrulega harmleikur að sá að þóttu vinnir slíka bara var aldrei eftir svona verð in the first place. Já, það er náttúrulega ég held að Demókratarnir hafi tekið svona réttu stefnuna í þessum kosningum. Ég held að það hafi verið eina leiðin til þess að vinna Trump. Þó að það hafi verið náttúrulega mikið svona uppsveifla í vinstri vængnum á Demókrataflokknum, þá held ég að sé svona ekki eins stór og við kannski höldum. Og náttúrulega þegar kemur að kosningunum, það er ekki verið að keppa öll atkvæðin. Það eru ákveðnir hópar fólk sem kjósa alltaf republikana og ákveðnir hópar sem kjósa alltaf demókrata. Og það er ekkert verið að keppa með þessa hópa. Þannig að vinstri vængurinn í demókrataflokknum, þeir hafa enga aðra valkosti heldur en að kjósa Biden, þó að þeir þurfa bara eða kjósa ekki. Já, en það myndi vera, ef það væri einhver hóflegri kandidat í republikaflokkanum, þá væri það áhyggjuefni, sko. En ég held að það sé mjög auðvelt fyrir demókrataflokkinn að segja núna að það er bara Biden eða Trump. Þú getur valið, Biden stendur ekki fyrir einhverjum vinstri sveifli í stjórnmálunum, en það er spurning hvort þú viljið það eða Trump. Þannig að sérstaklega í þessu ástandi að þá er mjög auðvelt fyrir demókratana að tala, þeir þurfa bara að ná í fólki sem einhvers staðar á miðjunni, eða kannski aðeins hægra megin miðjuna, sem svona aðeins hálft undir republikaflokkinn, en líka ekki við Trump. Og í tilteknu fylkjum sem við þurfum að fókusera á þetta. Akkurat, þannig að það eru bara 5-6 fylki sem að skipta máli. Og Biden þarf ekki að tala Black Lives Matter eða ofbeldi, út af því að þetta fólk kýs Biden hvort það er. Og það er svona strategískar ákvarðanir sem gera verkum að það er fókusin hjá Biden og demókratanum eru á ákveðin mál sem höfða ekki til vangjana eða vinstri vangsins á demókrataflokknum eða minnihlutahópa út af því að þessir hópar, þeir geta ekki farið neitt annað. En síðan það gerist eftir kosningarnar. Og það er náttúrulega, þar heldur úrslitin skipti máli og það skipti máli hversu stór sigur demókratana verður. Þannig að ég held að ef demókratarnir, það er erfitt segja hvort það er gott að vinna stórt eða slæmt fyrir vinstravænginn. Þannig að ef þeir vinna stórt þá er auðveldur að horfa ekki á það eða að gefa ekkert eftir á vinstrivægnum. Þannig að svona vissuleyti þá gæti verið sterkara að vinna með litlum mun. En ég held samt að þetta sé svona langtímaþróun. Ég held að það sem er ólíkt í þessum kosningum og í forkosningunum er að maður sá þessar vinstri kandidata Bernie Sanders, AOC, sem var náttúrulega ekki í forkosningum, fyrir ekki að ég týndi þræðan. En hún var náttúrulega virkað þátt í baráttu Bernie og mjög ábyrgð í þeirri baráttu. En hann Viðar ætlaði að skjóta inn ykkur aðeins, hann var andmæl ykkur sem átt að segja. Já, ég ætlaði bara að segja, ég held persónulega það sé misskilningur að til dæmis að Bernie eða aðrir slíkir menn sem eru á þeirri hugmyndafræðilegu línu, menn og konur,
að það sé eitthvað svona electability vandamál þar. Ég held að það sé bara ekki rétt og það eru ýmsar greiningar bara tölfræðilegar gerðar á þessu frá skoðanakönnunum og öðru sem sýna að það að leggja áherslu á þessi mál, þessi bara klassísku velferðarmál almennings, ég meina sem sagt auðvitað heilbrigðismálin bara númer 1, 2 og 3, það er bara staðreynd, þetta er bara langstærsta vandamálið í lífi venjulegs fólks í Bandaríkjunum, það er bara staðreynd, það er þetta að þú ert bara við dauðans dyr, þú hefur ekki efni á sykursýkislyfinu og þú hefur ekki efni á því að fara á spítala þegar þú ert veikur og þú býrð við bara skelfilegt óöryggi í þínu lífi með rosalegum afleiðingum fyrir bara líka andlegu heilsuna þína og ég veit ekki hvað. Það að keyra á þessu máli er bara mjög sensible og það að keyra á því að geta fært einhver svona, að geta adressera raunverulega vandamál gömlu verkamannastéttarinnar í Bandaríkjunum, sérstaklega í miðvesturinu, riðbeltinu í kringum vötnin miklu, sem eru skelfileg félagsleg vandamál sem eru búin að vera að versna núna áratugum saman. Þetta er bara leið til árangurs í kosningum og eina af ástæðunum fyrir því að Hillary tapaði svona eftirminnilega fyrir Trump á sínum tíma var einmitt vanræksla á þessum hóp og að koma og tala til hans sem að snýst ekki endilega að vera að tala hluti eins og lögregluofbeldi eða eitthvað svoleiðis, heldur bara að tala þennan einfalda samnefnara sem að þarna þetta sem efnahagslegt öryggi fólks og ég held að það séu bara, ég held að demókrataflokkurinn sé að gera alltaf sömu mistökin með því að ignorera þetta og halda að electability, eða svo er kallað, gangi út af það að við alltaf að færa sig nær republikunum í málunum sem að þeir kjósa að setja á dagskrá. Ég held að það sé bara dauðadæmt nálgun, bara klárlega ekki síst þeirra til lengri tíma í litið. Johnson vann, ég má taka þessum viðar að segja, Johnson vann í kosningunum í Bretlandi með því að ávarpa fólk í norðurhéruðunum svona, í riðbeltinu í Bretlandi, eins og hann var eiginlega ósk eftir því að demókratandi gerði. En að því að ég ætla ekki að fara leitt með að ég var alveg til að færa Bandaríkin aðeins til vinstri, þá langar mig aðeins til að velta einu að því að þetta er svo furðulegt kosningakerfi og þetta glíman er bara í 6 eða 8 fylkjum. Og ef við tökum Bernie og þá fylgi sem þar þá er hún náttúrulega sterkust inn í þeim fylgjum þar sem að demókratarnir eru alveg öruggir, sko. Þannig að þeir eru eiginlega á svæði að þrýsta á stefnubreytingu þar sem að fylgið að skipti minnsta máli. Má ekki jafnvel segja það, ef ég má spyrja því Silja, að taktikin í þeim sem að vilja færa demókrataflokkin til vinstri ætti að vera á þessi svæði sem að Viðar nefna og Johnson kveikti á og öðru slíku, að heyja baráttuna á tilteknum stöðum til þess að geta sýnt fram á að stuðningur við þau skiptir máli í endanlega valinu. Já og nei, það eru þetta það að það sé meiri styrkur meiri stuðningur við vinstri stjórnmálafólk í svæðum sem eru vinstrisinnaðri þetta bara svolítið svona sjálfgefið. Ef demókratar færu að stilla fram mjög róttækum vinstri sinnuðum kandidatum í þessum sveifluríkjum eða málefnum, jú, vissulega, en það myndi mjög fljótt held ég vera samsömun þar á milli. Að þá væru þau kannski að missa tækifæri til þess að taka kjördæmi af republikunum og það er auðvitað það sem sem ég held að Indriði hafi verið að tala áðan ef ég nema mig sé farið að misminna strax að meiri hluti demókrata ef hann verður stór þá sjáum við kannski svolítið af þessum vinstri demókratum en ef hann er bara svona þokkalegur þá eru þetta miðjudemókratarnir sem að eru að halda meiri hlutanum. Þannig að það er ákveðið svona hættuspil að fara að stilla upp of vinstri sinnuðum málefnum og fólki þegar að þú þarft að ná undirtökunum. Demókratarnir eru þetta standa bara nokkuð vel núna inn í þinginu þannig að þeir eru kannski ekkert ofboðslega stressaðir heldur á þessu, þeir eru með meiri hluta og eru kannski að treysta frekar á það sem að kannski hefur vantað aðeins inn í þessu umræðu núna hjá okkur óánægjufylgið og við vorum að ræða bara í tíma daginn, ég þetta úr kollunum nafni á
stjórnmálamannum, hann var frá Scranton eins og Joe Biden og hann var svona miðjudemókrati sem að þú veist, þú hafði ekkert sérstaklega mikinn kjörþokka en hann náði árangri vegna þess að það voru svo agalegir frambjóðendur á móti honum og þannig að fólk kom til þess að kjósa gegn frambjóðenda repúblikanna og þannig komst þessi maður áfram og það er auðvitað það sem að kannski spilar inn í núna að þið alveg rétt að þetta teymi hefur ekki verið að höfða til dæmis ungra svartra kjósenda. Eldri svartir kjósendur eru að kjósa Biden vegna þess að þeir fílan, yngri svartir kjósendur sem að ætla að styðja Biden að gera það vegna þess að þau þola ekki Trump. Þannig að það er sem sagt, neikvæðnin sem að draga fólk á kjörstað. Það vill losna við Trump og mun þess vegna sætta sig við Biden, jafnvel þó að þær stefnur sem að hann stendur fyrir sé ekki sérstaklega til mikilla hagsbóta fyrir hann. En þetta svona já, það er erfitt fyrir demókratana að snúa þessu vegna þess að sko íbúasamsetning landsins orðin þannig að það er svo gríðarleg skekkja að ég man ekki hvað þetta sko 30% íbúa með 70-80% þingmanna í öldungadeildinni og þetta orðið bara alveg gríðarlega slæmt fyrir demókratana. Þannig að þau verða einhvern veginn að ná að koma fólki sem að styður þá á kjörstað og það virðist vera frekar neikvæðnin heldur en málefnin sem að dugar allavega núna. Og ég aðeins spyrja þig aftur af því að þú segir að fólk sé að kjósa ekki Trump og svo þannig það kýs Biden. En hvað í veröldin Biden? Hann náttúrulega bara ofboðslega mikill miðjumaður í flestum málum. Það eru margir sem sem ég þekki í Bandaríkjunum sem mjög ósáttir við það að strax komin svona orðrómur að hann muni sína leiti við miðjuna og leitast við að skipa repúblikana í ríkisstjórn hjá sér og til að sína hann sé maður sameiningar og eitthvað þess að þar. Hann hefur nú reynt að bera af sér eitthvað en hann líka bara hefur verið mikill stríðsfaukur í gegnum tíðina, náttúrulega leiðandi í utanríkismálanefnd einhverja ára skeið og svona, já, hefur svona bara flotið einhvern veginn þarna í miðjunni og starfa mikið með repúblikunum á mörgum málum og fékk nú bágt fyrir það einmitt í kappræðanum fyrir að tala vel ýmsa repúblikana sem hafa sýnt af sér bara mikla rasíska tilburði bæði í tali og í stefnum. Magnús, það aðeins verið að tala núna svona vinstri hluti demókrataflokksins eða kannski vinstri hluti bandaríska stjórnmála sem hefur reynt að starfa innan demókrataflokksins. Við þekkjum það hinum megin að þar eru ultra hægri menn sem að toga á, þannig að eitthvað mun þetta tveggja kerfi halda þessum átökum sem eru í bandarískum stjórnmálum eða gætu við séð fram á nýja flokka, gætu við séð fram á að fólk myndi reyna að stunda stjórnmál utan þingsins, eflingu verkalýðshreyfingar eða hvernig þetta búa til stjórnmál sem halda utan með þessa spennu sem í bandarísku samfélagi og þessa breytt þegar að sko flokkarnir tveir gera það bara alls ekki? Já, sko, ég ætla alveg kannski fyrst að eitt í sko tengslu við bandarísk stjórnmál það að þau sko forsetakosningar ekki upp á endir þeirra. Þannig að sko þó að Sanders hafi sé ekki að verða næsti forseti Bandaríkjanna að þá sko ég bjóst, það var smá möguleiki að það gæti gengið. Ég hafði ekki mikla trú á því að það myndi sko spilast í gegn. Og sko á endanum líka þá ef við viljum sjá einhverja grundvallar og raunverulegar og stærri breytingar á bandarísku samfélagi að þá þarf eitthvað allt annað en bara sko sigur í forsetakosningu. Það þarf fjöldahreyfingar og það þarf fleiri en eina mótmælahreyfingu eða einhvern eitt moment til þess að mótmæla einhverju einu hruni, einhverjum einum garði. Það þarf sustained stóra fjöldahreyfingu og hún þarf að vera nógu breið og ná yfir nógu vera það
víðfeðm og það er að byggja á henni breytt pólitískt bandalag sem getur yfir lengri tíma sótt pólitískan styrk til þess að koma í gegn þeim samfélagslegu breytingu sem þarf. Og svona pólitískt bandalag getur innihaldið allra handa upp og náttúrulega besta það sem kemur til fyrst upp í hugan í þessu sambandi bara the New Deal coalition. Og innan þess nú aldeilis mjög ólíkir hópar sem maður myndi kannski halda að ættu ekki að vera eðlilegir bedfellows. Þannig að hvernig við búum eða hvernig þessi bandalög mótast, úr hverju þau koma. Ég veit ekki, en aðalatriði engu að síðu það að þessar fjöldahreyfingar eða þessi hreyfing var ekki til staðar og ekki til staðar en hugsanlega að myndast. Þannig eitt af mikilvægustu eitt af því sem mikilvægustu stærsti munur á kosningunum núna og 2016 til dæmis og þegar maður var að velta fyrir sig hvað gerist næst að 2016 batt ég engar vonir við mögulegan sigur Hillary Clinton og að honum myndi fylgja neitt og ég ber engar stórfenglegar væntingar til þess að sigur Biden ef honum verður muni leiða til einhverja stórfenglegra umbóta á bandísku samfélagi. Það sem maður getur látið sér dreyma það að eyðileggingarstarfsemi og upplausnin hverfi og leið og það gerist að þá myndist einhvers konar andrými fyrir fólk til að gera eitthvað annað en að stöðugt og hlaupa undan skriðinu sem maðurinn alltaf að steypa yfir okkur. Þannig að það kannski verður þá möguleika tími fyrir fólk sem gera eitthvað. En það sem ég hins vegar gerir mig pínlítið bjartsýna núna það að Alexandria Ocasio-Cortez, hún var ekki þarna 2016. Og Sanders, jafnvel þótt að hann hafi verið stjarnan í prófkjörinu þá líka, að þá sýndi hann það núna að það einhvert momentum á bakvið hann. Þannig að það vísir að einhverju og það þarf þá að vaxa og blómstra. Og vonandi þá gerir bandaríska vinstri þetta á næstu 4 árum, byggir þau bandalög sem eru það sterk og það breið að það sé hægt að reisa á þeim eitthvað meira en bara einhverjar einar kosningar. Vegna þess það sem þarf. Það þarf raunverulega, það þarf nokkra election cycles til þess að vinda ofan af allir þeirri eyðileggingu sem búið að vinna á bandarísku samfélagi alveg síðan 1980. Og ég tala nú ekki bara seinustu 4 ár. Þarf ábyggilega 8 ár til þess að vinda ofan af þeirri eyðileggingu. Og ef við ætlum að vinda tilbaka alla niður starfsemina á bandaríska velferðarkerfinu sem var þó byggt upp eftir á millistríðsárunum og eftir stríð af the New Deal coalition, að það mun taka okkur mun lengri tíma en einar kosningar. Og það líka þess vegna sem ég finnst að við megum passa okkur á því að vera hengja of miklar væntingar á niðurstöðu kosninga eða búast að koma of mikið úr þeim. Vegna þess að þetta lengri tíma leikur. Ég veit ekki kannski segja ef ég má skjóta inn, ég held að þessi hreyfing í kringum Bernie, hún náttúrulega eitt af því sem að hún bjóð til og sem að situr eftir, það stjórnmálahreyfingin Democratic Socialists of America, DSA, sem rosalega áhugavert fyrirbæri og verður til í raun og veru, þetta var eitthvað gamall afdankaður, vinstri klofningsflokkur bara sem hétu þessu nafni einhvern veginn og svo hann bara tekin yfir eiginlega af yngra fólki og bara öll þessi risa bylgja í kringum Bernie, hún fer þangað og í dag þetta 60-70.000 manna stjórnmálaflokkur sem farin að starfrækja deildir og sellur bara út allt land í Bandaríkjunum sem mjög áhugavert og þau hafa þá stefnu þá strategíu að notfæra sér þetta kosningakerfi eins og það virkar í Bandaríkjunum sem náttúrulega þannig, demokratar og republikanar í Bandaríkjunum eru bara nánast semi-stofnanavædd fyrirbæri. Það bara kosningar í Bandaríkjunum eru bara milli demokratar og republikanar, menn þannig bara það. En hins vegar fyrir vikið eru flokkarnir bærilega opnir og það getur nánast hver sem farið og látið setja sig á framboðslista hjá demokratum eða hjá republikunum. Það talast auðveldara heldur en hjá sumum öðrum flokkum annars staðar í heiminum og DSA hefur náttúrulega, eins og ég segi, nýtt sér þetta á rosalega strategískan hátt að gera þetta og fyrir vikið held ég að þar sé dæmi vettvang þar sem verið að taka þessa rosalega miklu orku sem hefur komið í kringum einstök augnablik og einstakar baráttur allt aftur til Occupy Wall Street og svo fleira sem hefur verið að gerast í millitíðinni
en það þá verið að reyna að láta það skilja eitthvað eftir sig, einhver struktúr og einhverja stofnun sem getur verið til staðar og sem síðan hægt að halda áfram að byggja á. Ég tel að þetta sé mjög klók, nálgun svona innan þessa ramma sem að bandarísku stjórnmálin setja sem þá því miður töluvert takmarkaðri en í mörgum löndum heims. Það var orðið Democratic Socialists. Það eru tvö mikilvæg moment þegar maður veltir þessu fyrir þessum fjöldahreyfingum. Annars það Occupy Wall Street og svo það þetta moment í kringum Sanders. Það sem mikilvægast sem kom út úr Occupy Wall Street var það að misskipting var í fyrsta skipti viðurkennt viðfangsefni umræðu í Bandaríkjunum að það mætti tala það og væri hægt að tala það. Sósíalismi annað, það hugtak sem var ekki hægt að nota. Þú getur alveg eins komið í sjónvarpsviðtal og viðurkennt það að þú væri mannæta. Nákvæmlega, Magnús, já. Þetta er gríðarleg breyting og þetta ástæðan fyrir því ég myndi segja kannski aðeins ólíkt því sem Silja sagði áðan, ég held að það að koma og tala, setja bara alla áherslu á málin eins og sjúkratryggingar fyrir alla, ókeypis háskólanám, fara ekki í stríði með Austurlöndum og svona. Þetta ekki lengur róttæk mál. Ég held að það sé bara, það misskilningur hjá miðjuöflunum innan demokrataflokksins eða eitthvað skonar viljandi misskilningur eða hvað kalla það. Ég meina, það ekki þannig að þú ferð og tala við venjulegt fólk í Bandaríkjunum, þetta bara fólk kvittar upp á þessi mál bara á staðnum, sko. Það ekkert problem við það. Það ekki kannski alveg heldur sem ég voru að segja, heldur bara að fyrir, það á svo mörgum stöðum sem að óánægjan í raun og veru knýr fólk frekar til þess að fara á kjörstað heldur en málefnin. Þannig að það líka að hugsa það, sko. En það ákvörðun sem demokrataflokkurinn hefur tekið, sko, eins og ég sagði einhvern veginn í byrjun, svona bara láta bara verða þannig að, hvað ég segja, hinn raunverulega pólitík, jafn sorglegt og það hún að einhverju leyti bara republikana megin núna. Þeir að vinna sigrana og hrista upp í hlutunum og móta umræðuna og taka sér dagskráfaldið, en demokratar koma á eftir og segja að það skásta sem við bjóðum ykkur að fara aftur í leiktjöld eðlileikans. Þegar þeir hefðu átt þann kost að setja mál á dagskrá sem bara njóta stuðnings meirihluta Bandaríkjamanna og hefðu geta fleytt þeim áfram til sigur. Og ég meina fyrir svo utan það að ég held að kórónuveiru ástandi hafi líka, sem við höfum reyndar ekkert rætt ennþá, það líka bjóð til miklu meiri móttækileika fyrir því að jafnvel ganga enn lengra í áttina að því sem við getum kallað svona gæsalappa sósíalisma. Það að segja að það hið opinbera sem að þarf að fara og stíga inn í og bara eins og við höfum séð líka bara í íslensku stjórnmálum og bara allstaðar í allavega hinu vestræna heimi. Það orðið viðurkennt að þú þurfir að hafa ríkisvald sem þorir að stíga inn í og beita sér og þetta orðið bara svona eitthvað sem einmitt var fyrir 2 árum talið eitthvað umdeilanlegt. Það það ekki lengur og þá það staðreynd. Ég meina Bernie og AOC eru með bestu, vöndustu og svona útfærðustu hugmyndirnar einmitt það hvernig hið opinbera eigi að stíga inn í og leiða okkur og þau reyndar hönnuðu það út frá loftslagsbreytingum en það bara svo magnað við þær hugmyndir, Green New Deal hugmyndirnar að þær passa bara líka mjög vel við kórónuveiru ástandið og vandamáli sem það skapa. Algjörlega. En þessi flokkur, lýðræðislegi mannættuflokkurinn, eins og það hljómaði í eyrum Bandaríkjamanna fyrir ekkert svo löngu síðan. Það sem að þau gerðu svolítið 2018 var að stilla upp sínu frambjóðendum í tiltölulega öruggum kjördæmum demokrataflokksins. Þannig náðu sumir sem að þau studdu kjöri og þeir réðu svolítið á eldri stjórnmálamenn sem sátu í öruggum sætum og töluðu svona elítu stjórnmál og stillingu. Indriði, eitthvað svona nýjar stjörnur sem hafa orðið til ef við snúum okkur á þinginu núna? Eitthvað svona breyting á þinginu? Eitthvað sem að þegar mann er leiður að fylgjast með forsetakosningunum að við geti farið að skoða hver staðan í einhverjum kjördæmum? Það góð spurning sem ég bara kann ekki svara við. Maður hef ekki fylgst, maður er svo upptekinn að fylgjast með skandalunum. Maður fylgist ekki nóg með hvað að gerast í kosningum og sérstaklega út af því kannski að það virðist vera að demokratunum myndu standa sig betur þar sko. Það alltaf ekki mikil hætt á því að þeir tapi meirihlutanum. Þannig að ég var að játa, ég hef ekki fyrst
nægilega með. En mér langaði samt aðeins að tala mannæturnar. Sko ég ekki alveg að kaupa þá hugmynd að þessi hugmyndum að sósíalisma sé eitthvað normaliserað í Bandaríkjunum. Og ég held að þessi fari bara rosalega mikið eftir hvar þú býrð. Þannig að ef þú ert hérna í Kaliforníu hjá mér, þá, það allt í lagi að tala sósíalisma og velferðarstefnu og þess áttar. Þó að fara einhver eftir hvar í Kaliforníu ert. En ef þú ert komin einhver inn í miðríkin, að þá fólk alveg sammálaði að það vildi gjarnan borga minna fyrir heilbrigðistryggingar og skóla og þar eftir fremstu götunum. En sósíalismi bara áfram rosalega ljótt orð mestmegnis í flestum hlutum í Bandaríkjunum. Og við sjáum það bara ef við horfum á, ég veit ekki hvort þið fáið sömu Facebook-auglýsingar og ég frá Repúblikanum. En ég hef verið að skemmta mér við það, ég veit ekki hvort það rétt orðið. En ég hef verið að leika mér að skoða þær auglýsingar, sérstaklega þeir borga 25 cent fyrir hver klikk, sko. Að önnur hver auglýsing frá þeim talar sósíalisma, þau talar AOC sem ekki í forsetakosningunum og það bara verið að hamra á hræðslunni við sósíalisma. Þannig að þetta næstu eins og þetta svona hálfgerður McCarthyismi næstu því. Og það verið algjörlega verið að keyra á hræðslu fólks, bæði hvað var þetta og síðan lög og reglu. Og það ég myndi segja svona á að giska svona 80% af þessum auglýsingum sem maður sér eru það. Og ég held að það sé ekki tilviljun. Ég held að þetta sé ekki einhverja tinktur hjá Trump að segja að ég vilji gera þetta svona. Þetta eru apparat sem fylgir, sem skoðar hver áhrifin af þessum auglýsingum. Það eru fókusgrúpur, þeir prófa þessar auglýsingar og ástæðan þar eru keyrðar að þetta að virka á einhverja. Upton Sinclair, að því þetta í Kaliforníu, Upton Sinclair bauð sig fram með mitt í Kaliforníu á 3. áratugnum og ég held að við náði yfir á 4. Í fyrsta skipti í nafni sósíalista og hann fékk held ég 84.000 atkvæði ef maður rétt. Svo bauð það sig fram fyrir eitthvað öðru nafni en var með sömu stefnuskrá og fékk eitthvað 800+ atkvæði og hann sagði sko sósíalismin sem brand ónýtt í Bandaríkjunum en sósíalismin sem stefna, það það sem fólki vill. En má ég segja með þetta, ég bjó í Ohio í Columbus sem venjulegasta og dæmigerasta borg Bandaríkjanna, þegar gerðar markaðsrannsóknir af því að allt svo dæmigert þar og þar það þannig að ef þú ert farin að tala sósíalisma þá hugsa fólk að já, það svona eins og Evrópulöndin, the European Socialist countries, þetta bara það sem fólk segir þér, ég bara eitthvað svona venjulegir krakkar úr verkamanna og millistétt það og þau veit ekkert hvað Sovétríkin eru eða neitt svoleiðis. En ég meina augljóslega þetta náttúrulega reynt að fara í þennan áróður en ég meina svo virkar það ekki og hvað farið í næst? Þá farið í næst að segja þú sett gyðingahattari eða eitthvað svona. Það auðvitað bara fundið eitthvað, skilur. Það stóra, þannig virkar þetta. En ég held bara ef þú heldur áherslu á það að tala það sem skiptir fólk máli. Ef þú talar bara til fólksins sem býr í þessum héröðum, þessum bara eyðilöndum sem suma þessum héröðum eru, til dæmis í Ohio og upp í Appalachia, skilur, sem voru einu sinni í kolanámu héröð og svo var einhvern tímann búin til klósettverksmiðar og svo lokaði hún og það ekkert eftir nema kannski eitthvað fangelsi einhvers staðar sem 3 vinna eða eitthvað svoleiðis, skilur. Talaðu við þetta fólk bara lyfin sem það þarf. Talaðu við þetta fólk reikningana sem það að borga í heilbrigðiskostnaði. Leið og ferð þangað, þá hefur fólk engan áhuga á þessu hvort að það heiti sósíalismi eða kommunismi eða kratismi eða hvað hann Þetta raunverulega orðið svona líf og dauða spursmál fyrir fólk í Bandaríkjunum. Og mér finnst það bara hræðilegt ábyrgðarleysi að vera ekki að tala þessa hluti vegna þess að ef það eitthvað fólk sem þú getur treysta á að fara og kjósi þá það fólkið sem að upplifa það sem spursmál líf og dauða hvað verði gert í sambandi við lífið þeirra. Ég held að þú veist hvað inn á þetta vegna þess að þú að tala vandamál, þú þarft að hafa tungumáli til þess að tala þau. Og það þess vegna sem Occupy Wall Street og AOC og sem hendur sem skipta máli það
að það þarf að hafa orð eins og misskiptingu, það þarf að hafa orð eins og sósíalismi og jafnvel þótt sko að þessi orð og hvað þarf ekki aðeins að halda þér fram að Bandaríkjamenn séu almennt sko núna þegar skoðunar sósíalismi sé nú bara stjórnmálastefna eins og frjálslyndi eða hvað, augljóslega ennþá eftir gríðarlega mikið af fordómum og neikvæðum tengingum við hugtakið sósíalismi en það hægt að nota það í umræðu með allt öðrum hætti en var hægt og gert með allt öðrum hætti en var. Þannig að þá hafa demókratar í fyrsta skipti möguleika á því að tala við fólk vandamálin ef það er að opna umræðu. Því að sko hitt sem þú sagði við sko, að repúblikanar séu með frumkvæði umræðinni, þegar þeir eru búin að vera með þetta frumkvæði síðan sko á ofanverðum 8. áratugum. Þannig að sko demókratar ekki eins og þeir séu núna bara nýlega búin að missa sko vopnin í hendurnar á repúblikunum og það sé sko furðuleg tilviljun að repúblikanar hafi sko frumkvæði. Þetta svona ástandi búið að vera í áratugi. Þeir raunverulega töpuðu frumkvæðinu einhvern tímann á sko 7. og 8. áratugnum og hafa ekki náði aftur. Reagan tók það og hljóp með henni í tjaldið og faldi það þar einhvers staðar. Fíllinn settist ofan á og enginn hefur sko, kert sem að moka í skýtni. En víða heim nú verið að tala það núna, nú sé kannski svona shift aftur að þessi hugmyndum að nýfrjálshyggjan ætti framtíðina sem að sósíalismin átti framtíðina, að efast ekki að sósíalismin væri svona sirka þangað sem vorum að stefna kannski á eftirstríðsárunum með aukin jöfnuður og meira öryggi og allir hefðu það betur. Svo kemur nýfrjálshyggjan og áeiginlega framtíðina ákveðin tíma en svona eftir hrunið 2008 og COVID menn víða heim, ég veit ekki hvernig það í Bandaríkjunum, að tala að þetta sé að verða svona eitthvað shift í hugmyndunum aftur og við lifum þessar hræringar sem eru skemmtilegar. Mér langar að spyrja þig, Silja, eiginlega sama og ég spurði Magnús áðan þessa togstreitu sem í samfélaginu. Þeir tala svolítið frá vinstri, Magnús og Viðar, en svo hinum inn í hægrinu þá þekkjum við þau sjónarmið og hversu öflugir þeir hópar eru og hversu klókir þeir eru raunverulega að ná sterkum völdum. Að þetta tveggjaflokku kerfi þarna á miðjunni, það sem að eiginlega dæmt til þess að svíkja hina ytri hópana og á kannski í erfiðleikum. Ég skal viðurkenna að ég reyndi að fylgjast með þessum kosningum í sumar og var að hlusta á svona það sem var að fjalla það og sjónvarpsstöðum og lesa með til það og ég var fyrir svona hálfgerðu sjokki að svona stór þjóð væri að taka svona mikilvægar ákvarðanir á grundvelli svona veikrar umræðu svona furðuleg mál, svona persónuleika frambjóðenda þar sem að málefni voru aldrei á dagskrá. Getur þetta með svona veika fjölmiðla, með svona veika flokka, með svona veika umræðu, getur þetta haldið utanum þá togstreitu og það svona kröfur sem í þessu samfélagi sem að vilja brjótast fram? Verður ekki Bandaríkin að bara gangi gegnum eitthvað ótrúlegt breytingaskeið ef þau ætla bara að lifa? Jú, ég held það nefnilega. Ég held að það sé ef Bandaríkin ætla að einhvern veginn komast í gegnum þetta vegna sem Trump ekkert, hann engin orsök breytinga, hann er birtingamynd og skaðvaldur og Magnús lýsti þessu mjög vel með upplausnina sem hann skapar og skilur eftir sig alls staðar. Sko flokkakerfið, vissulega hefur þetta tveggjaflokkakerfi verið við lýði en þetta hafi ekki alltaf verið þessi tveir flokkar. Og eitt af því sem að mér finnst mjög áhugavert núna þó ég sé ekki aðdáandi þeirra sem standa á bakvið Lincoln Project, auglýsingarnar. Það finnst mér áhugavert að sjá svona stóran hóp mjög áhrifamikilla repúblikana stíga svona skýrt fram og tala gegn frambjóðanda flokks sem að þeir hafa starfað fyrir og stutt og leitt í mörg ár. Og ég verið að rekast á skrif og viðtöl við fólk úr þessum herbúðum sem að eru virkilega veltaði fyrir sig sko, hvort að repúblikanaflokkurinn sé bara orðin tímaskekkja og mögulega þá fari miðjan úr demókrataflokknum yfir í repúblikanaflokkin eða repúblikanaflokkurinn einhvern veginn svona renni sitt skeið og við munum sjá 2 flokka út úr demókrataflokknum og þá flokkin sem Sanders og AOC standa í stafni fyrir og annars vegar og svo Biden hins vegar, þessa 2 svona þræði.
Ég á erfitt með að ímynda mér að þetta geti orðið sko friðsamleg umbreyting, þannig að það kannski, þú veist, og kannski þetta bara vangaveltur í þessu óreiðu ástandi svona leiðir sem að samfélagið gæti farið í gegnum, en ég held nefnilega að vandamálið sé í einmenningskjördæmin, skapa tveggjaflokkakerfi og Connecticut Compromise bara að koma með miklum krafti í bakið á meirihluta þjóðarinnar. Þannig eitt sem að kannski væri leiðin til þess að fara að Kalifornía skiptist upp, að DC verði ríki, að við sjáum fjölgun ríkjana til þess að auka lýðræði, og Puerto Rico, að og þetta gætu repúblikanir komið á móti með því að búa til austur og vestur Dakota til viðbóta við norður og suður eða eitthvað álíka. En ég hefði vangaveltur þetta. Það þurfi ekki öll ríkin að samþykkja þetta? Nei, það er bara ríki sækir bara aðild að hver veitir það? Að til þingsins sko. Þannig að það er mögulegt að gera þetta, og þetta eitt af því sem ég held að Robert Reich hafi verið að tala að Biden ætti bara virkilega að skoða. Vegna skekkjan orðin svo gríðarleg í stjórnmálum vegna þess hvernig kjörmannakerfið byggt upp, en með því að búa til ný ríki þá getur unnið gegn þessar skekkju í kosningakerfinu. En það bara eiginlega sko, það stór hluti af vandamálinu. Algjörlega, fyrirgefðu Magnús. Nei, bara segja, þetta ekki bara spurning að búa til ný ríki, heldur að veita fólki kosningarétt. Já, nákvæmlega. En þegar við erum komin í sem ekki með að kjósa, sko. En þegar við erum komin í þessar pælingar, þá finnst mér líka skipta ákveðnu máli að bara hafa það með í umræðinu, að ég meina Bandaríkin eru náttúrulega sko svona hnignandi heimsveldi. Heimsveldi sem búið að vera í svona hægfara hnignun sko. Þú veist, það var nú margir svo sem verið að gefa út eitthvað svona ótíma bara spádóm alltaf eitthvað fall þess eitthvað svoleiðis, en það er kannski ekki, þú veist, það er ekki alveg komið að því kannski, en það er svona hægt og hægt, það er hægri hnignun, og svo náttúrulega það þannig oft með svona hnignun að hún getur allt í einu, þú veist, eskalerast einhvern veginn, sko. Og ég meina, ég velti fyrir mig sérstaklega eins og núna í vor og haust í kringum sko kórónuveiruna, þá kemur það ástand og það svona afhjúpar rosalega svona djúpa veikleika í bandaríska stjórnmálakerfinu sko, bara eitthvað svona byrju hver ræður, þú veist bara hver ræður í sóttvörnum, skilur, það alríkið eða hvað, eða eru það fylkisstjórarnir, og þetta kannski fór einhvern veginn ekkert rosalega hátt, en var kannski í raun og veru af svona ákveðni svona alvarleika gráði sem ég held að fólk mætti alveg taka betur eftir, sko, hvað að gerast þegar að, þú veist, alríkið og síðan ríkin hvert fyrir sig eru farin að tala, þú veist, einhvern veginn hvert á móti öðru, sko. Það er nú eitt sem kannski afrek Bandaríkjanna ólíkt að Evrópusambandinu, það að hafa tekist að búa til fungerandi, sko, federalisma, sem að, ég meina, tókst, og ég held að muni aldrei takast í Evrópu og núna bara draumur sem þú veist, liðandi lok út af Brexit og öllu því, sko. En það náttúrulega rosalega mikil söguleg drastísk breyting ef Bandaríkin færu, þú veist, að liðast í sundur, og maður spyr sig svona, gæti þetta orðið svona dómínu áhrif, skilurðu, ef að eitthvað eitt fylki færi út í einhverja svona pælingar, hvað myndi það gerast, hvað myndi næstu fylki gera, og það eitthvað svona opnað á þetta. Það mjög, þú veist, mögulega mjög hættulegt, sko. Því miður ekki sérlega sterk svona progressíva öfl í Bandaríkjunum til þess að, þú veist, fá eitthvað svoleiðis í fangið og ætla að fara að byggja eitthvað upp, þú veist, á þeim grunni, sko. Indriði, gætu við verið að sjá fram á eitthvað svona drastíska hluti, að kannski á yfirborðinu þá virðist þetta að vera svona erfiðleikar, en svo tökum við ekki eftir því að ísinn undir, hann sem við stöndum á, hann hefur grafist og orðið þunnur, svona eins og Sovétríkin féllu. Það virtist verið í svona lagi kortir áður en allt hrundi bara. Jú, maður velti því svona fyrir sér hvað gæti gerst, sko. Og ég held að þessar kosningar séu mjög mikilvægar út af því að þegar kemur að hvaða máli stjórnarskráin leikur, og það er búið að vera að grafa undan stjórnarskráin í ýmsum hlutum, og náttúrulega ef sá sem tapar kosningum neitar að fara frá valdi og þess aftar, þá vekur það alls konar spurningar, sko. Og ef
verður svona framhald á þessum framhaldandi veiking á stjórnarskránni og stofnana uppbyggingunni í Bandaríkjunum, að þá náttúrulega opnast á þessi möguleikar eða þá svona hlýtur fólk að fara að spyrja sig, sko, viljum við vera hluti af þessu apparati? Þú veist, þetta ekki apparati sem við keyptum í upphafi eða samþykktum og leikreglum að breytast. Þannig að þá opnast alltaf þessi möguleikar að sem sagt Kalifornía, hvað sem ættu við að vera einhverju sambandi við restina af Bandaríkjunum þegar við erum stærðarana hagkerfi, mörguleiti skara ástand hér en kannski ekki að segja það með skógareldunum og svona, en mörguleiti ólíkt stórum hluta Bandaríkjanna. Þannig að það alveg möguleikar að það verði breytingar og eins og þú segir þá þetta gerist hratt. Svona fyrir 4 árum síðan það ekki látið sér þetta í hug. Það hafa alltaf verið einhverju hópar sem hafa talað að Kalifornía eigi að skilja við restina af Bandaríkjunum eða skipta Kaliforníu upp og þess áttar. Og það hafa alltaf verið einhverju hverfulandar, sko, en það þeir kannski verða ekki hverfulandar lengur eftir næstu kosningar. En svo þetta bara næsta skref líka þar bara það eru komnir válistar fyrir, sko, staði í Bandaríkjunum þar sem búist við átökum á kjördag og í kjölfar kosninga. Þannig að þú veist, við erum að tala hérna svona pólitísku útfærslun á því hvernig Bandaríkin gætu breyst eða hætt að vera Bandaríkin, en svo þessi möguleiki til staðar að það hreinlega verði átök, hvort sem þau verða afmörkuð staðbundin eða skipulögð víðar landið og ég finnst alltaf mjög erfitt að fara út á þessa braut vegna þess að maður hljómar eins og einhver heimsenda spámaður en þú veist, þetta samt þannig að þetta þannig áhætta að það þarf að hafa hana í huga, sko. Þarna kemur aftur að sem ég held að Indriði hafi byrjað á, sko, sko, það svona kaldhæðnin í þessu einhvern veginn að sko, gildi kosningarna verður samþykkt ef demókratar tapa, en ef republikanar tapa þá ekkert víst að þeir samþykki útkomuna. Eða ég allavega mjög hissa ef ég sæi stuðningsmenn demókrata grípa til vopna og mótmæla útkomuna. Ég held, sko, þetta sko, en engu að síður, það líka að það hefur kraumað undir borgarastríð í Bandaríkjunum alveg frá fyrsta degi og sko, sundrungar öll Bandaríkjana hafa alltaf verið til staðar. Þannig að það þessi sko miðflótta aflið að til staðar og hefur allan tíman verið. Alveg frá því bara þau verða, á fyrsta degi Bandaríkjana það til staðar og hefur verið síðan þá. Og borgarastríðið sko besta dæmið en sko vopnaðir hópar sem sko eru tengdir pólitískum öflum sem lengt og ljóst stefna að eða vinna að sko upplausn ríkisins. Þeir eru líka búin að vera til staðar allavega síðan í sko borgarastríðinu eða í eftirleik borgarastríðsins. Þannig að sko þessi öfl og svona sko upplausnin, hún ekki ný, hún hefur kannski sko að sömuleyti þá hún sko meira aktúel og núna. En við erum búin að vera byggja okkur upp að þessu í dálítinn tíma og þetta byrjaði á sko í tíma Obama. Þessi sko svona opin sko hvað segir maður, sko, sjálfstæðisbarátta, vopnaðra smáhópa, en ég meina hvað tíma því maður vegi annað en nákvæmlega þetta. Og sama tíma líka, sko, ég meina á vinstri vægum, þar maður líka, sko, það eru svipaðar hugmyndir, sko, það að leysa upp í einhvern skilningi, semst alríkið. Ég meina, hvað eru sanctuary cities, annað en nullification á federal laws? Það að segja þessu úr lögum við alríkið. Þannig að sko að alríkið hefur búið að vera sko hefur verið í vörn allan tíman fyrir sko frá hægri eða vinstri, reyndar aðalega frá hægri en það svona að segja. Þannig að sko ég held að það sé útilokað annað en að það verður einhver svona breyting á constitutional order í Bandaríkjunum. Ef ekki verðum bara vegna þess að flokkakerfið hefur umbreyst það sko algjörlega. Má ég kannski skjóta á þetta, ég held að það sem hefur haldið Bandaríkjunum saman þrátt fyrir þessar miklu mótsagnir og deilur og þetta borgarastríð svakalegt á 19. öld og allt þetta, það var efnahagslega velmegunin
sem kemur á 20. öld, þessi gjörsamlega sko fáheyrði hagvöxtur og ríkidæmi sem að myndast í landinu og ég meina sem betur fer að þá bar alríkisstjórnin í Bandaríkjunum gæfu til þess að átta sig á því að hún yrði að setja upp mekanisma sem að myndu svona búa til bærilega dreifingu yfir landið á þeim gæðum. Þetta Giannis Varoufakis sem skrifar svo mikið þetta, sko, hann bendir alltaf á hvernig Evrópusambandinu mistókst frá grunni að gera þetta, tók það ekkert inn í myndina, það ætlar að hafa sameiginlega stefnu, sameiginlegt myntbandalag og svona, og verður að hafa eitthvað sem tryggir að jaðarsvæðin verði ekki bara sitja ekki upp í skuldu og eitthvað svoleiðis. Þannig að bandaríska alríkinu tókst að svona setja upp þessa mekanisma með þrátt fyrir allt ágætum árangri, en það byggði náttúrulega þrátt fyrir allt sko ólíkt til dæmis mörgum Vestur-Evrópuríkjum, það var náttúrulega treyst svolítið á hráan kapitalisman síðan að delivera þetta svona inn í líf fólks í gegnum að búa til eitthvað sæmileg störf og í einhvern verksmiðjum og eitthvað svona, en svo þegar þú ert með svona landa sem ekkert velferðarkerfi, sko þá náttúrulega verða afleiðingar svo hrikalegar þegar síðan fer eitthvað að hrikta í sko verðmætasköpunin í kapitalismanum, þess að náttúrulega búið að vera núna síðustu áratugina, síðustu 30-40 árin og þetta ein ástæðan fyrir því aftur að það skiptir svo gríðarlega miklu máli að halda fókus á þessi einföldu grundvallar velferðarspursmál fólksins, bara hvernig á fólkið að geta, þú veist, lifað af. Menn hugsið ykkur ef við tökum bara eins og hvernig hrun kvótakerfisins fór með byggðar á Íslandi, hugsið ykkur ef það hefði ekki verið neitt velferðarkerfi á Íslandi, hugsið ykkur hvernig það hefði farið með fólk og upplausnin sem það hefði getað skapað, en þetta bara raunveruleikinn í Bandaríkjunum, þú ert með þessi héröð út land og þú ert með miðvestri þar sem að þú veist lífsstandard fólks einfaldlega dottið niður í bara það sem bara í þriðja heiminum og það óstöðuleikin sem þetta sé að skapa, ég meina þetta stóra vandamáli og stóra verkefni og bara þessar kosningar því mér eru bara enn eitt svona tapa tækifæri til þess að reyna einhvern veginn að mæta þessum vanda. Tíminn hefur flogið og ég upphafi lofaði því að ég ætla ekki að spyrja ykkur hvernig kosningarnar færu en ég ætla að svíkja það. Ef við færum bara örstutt að hringa á því, Indriði, hvernig færu kosningarnar? Það náttúrulega erfitt að spá út af því að semst erfitt að greina á milli vona sjálfsmanns og hver raunhæfa niðurstöður eru en það lítur út fyrir að ég myndi giska á að Biden vinni. Ég að vona að vinni stórt, ekki bara út af mikið skárri kandidat en ég held að það sé betra fyrir lýðræði í Bandaríkjunum. Og ég held að svona alltaf, ef maður trúir þessum kosningaspám þá eru svona töluvert yfirgnæfandi líkur á því að Biden vinni, en það alltaf séns að það fari ekki þannig eins og gerðist seinast. Þú svarar eins og pólitíkus, það Akkurat. En þú segir Biden. Tölfræðingur. Silja, Bára, hver vinnur? Ég held að við séum öll svo brennd sem að tókum mark á spám síðast að maður þorir eiginlega ekki að segja neitt, en ég held að mun meiri munur á þeim núna heldur en að var já, vissulega, ég held ég sko miða við allt og svo framalega sem ekki kemur einhver bomba inn í stjórnmálin eins og kom í ákvörðunin fyrir 4 árum sem að svona setti hlutina svolítið á hliðina að þá held ég að Biden vinni en ég held að hann vinni ekki stórt og kannanir að sýna, ég held að sé mun tæpara á á milli þeirra í mörgum þeirra ríkja sem að skipta hvað mestu máli. Og hann þarf að vinna svolítið stórt á landsvísu, hann þarf að fara líklega yfir 5% til þess að vera öruggur með kjörmennina. Já. Hann getur unnið raunverulega stórt á landsvísu annars en á kjörmennunum. Já, Viðar, Trump eða Biden, hvort hann bjóður? Ég held að Sleepy Joe taki þetta og við förum aftur í svona leiktjöld eðlileikans í 4 ár. Magnús, við áttum samskipti í aðdraganda síðustu kosninga. Þá var ég að vinna á blaði og ég fekk þið til að skrifa held ég 12 vikna bálk kosningarnar af því að það var eitthvað sem að sagði að þetta væri eitthvað stórkostlegt í aðdragandanum. Undir lokina þá vorum við farnir að efast að þetta hefði verið rétt, þetta virtist vera að sigla í sigur Hillary. En svo var upphaflega tilfinningin okkar var rétt. Þetta var eitthvað furðulegt í að fara að gerast. Hvað segir núna? Er það Trump eða Biden? Sko, náttúrulega Hillary vann og hún hafi tapað í kjörmannaráðinu. Ég held að
það sem það gerðist seinast var það að sko, Trump þetta vegna þess að hann með sko, nauman meiri hluta í nokkrum fylkjum sem hjálpar hann að komast yfir allan í kjörmannaflokkum. Og það sem gerði að verkum að við höfum á röngu að standa seinast var það að sem sagt, það mæta á kjörstað repúblikana sem var ekki búist endilega við að myndu mæta. Og ein af ástæðunum fyrir því sú að sko, það voru í frambúði 2 sem sagt, óspennandi frambjóðendur, þannig að frambjóðendur demókrata nefndu ekki að fara og kjósa Hillary, bæði vegna þess að hún var ekki spennandi náttúrulega líka út af þessu, sko, þeir héldu allir að það kannski hún myndi kosta meir vinna og þú ætla ekki að fara að sko, sörga sjálfa þeim að vera kjósa fyrir þessa konu sem þú kærðir ekkert að væri í embætti, hún kosta meira, þannig að þú þarft ekki að taka ábyrgð á þessu, þetta gildir ekki í dag. Þannig að sko þegar demókratar í dag að leggja áherslu á sko, það og keyra þetta á því að Trump sé ekki jafn slæmur, sé Biden sé skárri kostur og við getum farið inn í normalcy, þá það líka vegna þess að sko, valkostin ekki bara að kjósa demókrata repúblikana, sko, valkostin að kjósa eða kjósa ekki. Þannig að sko, það það sem demókratarnir óttast mest og ég held að þeir sé að fara að mæta kjörstað. Ég held að fólk gerir sér grein fyrir hvað í húfi. Men þetta eins og skilur í kosningunum 2000 þegar menn töldust að það verði engin munur á Al Gore og Bush yngri, auðvitað munur, menn margir sögðu það 2016, engin munur á Hillary og Trump, jú auðvitað munur, fólk búið að sjá það núna hvað Trump og ég meina kannanir sýna þetta að kjósendum sem sko kæra sig hvorugan frambjóðandann því kæra sig síður Trump, vegna þess að hann einfaldlega bara hann hræðileg mannvera og Þannig að þú ert ekki að spá honum sigri? Nei, ég að mála þetta býta nú við, ég er ekki búin, vegna þess að ég held að hann tapi og ég held að hann tapi til dæla stórt, en ég held að við séum ekki að sigla inn í neitt normalcy, vegna þess að þótt að hann tapi og þótt hann fari frá embætti, þá fer hann ekki. Hann verður áfram. Ég sagði sko leiktjöld eðlileikans. Já, ég veit að segja það við erum ekki sigla inn í ekki, sigla inn í normalcy. Kannski erum við sigla inn í leiktjöld. En sko það sem ég það að þegar hann tapar, að þótt hann fara úr Hvíta húsinu, þá losnum við ekki við hann. Þú ert að spá því að Trump út á götu getur orðið jafnvel enn hættulegri og haft meiri áhrif á þróun Bandaríkjanna heldur en Trumpinn í Hvíta húsinu. Trumpisminn þarna og verður þarna. Þannig að næstu 4 ár, ég meina við losnum ekki við hann fyrir hann drefst eða verður sko læstur í fangelsi og sennilega mun það ekki heldur þakka niður í honum og þegar hann fer frá og þá það sínur hans þarna eftir. Þannig að sko ég mjög hræddur það að sko minna hann mun tapa en við erum ekki búin. Þetta ennþá sko óútkljáð mál. Minna hann geti alveg farið framboð eftir 2024 Það ekki sem bara Þetta ekki svona harmsaga, þetta frekar svona eins og hryllingssaga þar sem að óvætturinn rís upp aftur þegar þú heldur þér búin að drepa hann. Það var spádómur, ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og tala um bandarísk stjórnmál sem að ég skammast mér ekkert fyrir það trufla ykkur, ég heyrði að þið höfðu mjög gaman að þessu sjálf. Indriði Indriðarsson og Silja Bára Ómarsdóttir, Magnús Helgason og Viðar Þorsteinsson kannski kalla í ykkur daginn eftir kosningar, ráðið hvort þið komið þá. Rauðaborðið búið núna en á morgun verður á samstöðunni öryrkjaráðið klukkan 3 þar sem rætt verður málefni öryrkja og stöðu þeirra í samfélaginu. Rauðaborðið verður svo aftur hérna klukkan 8. Þá mun ég ræða við ungt fólk, unga konur öfurlega, af annarri kynslóð innflytjenda og við munum ræða það hvernig íslensku samfélagi hefur tekist að aðlaga sig að breyttri samsetningu þjóðarinnar. Við erum ekki að tala kröfur eða hvernig innflytjendur geti aðlaga sig, heldur frekar að velta fyrir okkur hvort að íslensk samfélagi hafi tekist að aðlaga sig að þessu breytta raunveruleika sem það var. Vonandi sjáumst við þá, en ég þakka ykkur fyrir í kvöld.